Kjartan erlendis. (527) fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur, en fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17 þann 5. september 2017. Það eru 3 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 24. og 31. ágúst, nr. 2 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. ágúst og nr. 3 fundargerð fræðsluráðs frá 25. ágúst. Ég gleymdi nú að fara yfir þá bæjarfulltrúa sem mættir eru, en þeir eru Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson og Baldur Guðmundsson og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það fundargerð bæjarráðs frá 24. og 31. ágúst. En svona áður en að ég gef orðið laust, þá langar mig til að minnast þeirrar helgar sem nú liðin og þeirrar hátíðar sem að hér var haldin ljósanætur, og lýsa ánægju minni með framkvæmdina og hvernig þetta gekk allt fyrir sig. Mikil ánægja í bænum með þetta og okkur öllum held ég til mikilla sóma og þeim starfsmönnum Reykjanesbæjar sem að skipulöðu þetta og sáum að láta þetta ganga allt fyrir sig eins vel og hægt væri. Þannig að við held að við getum öll verið kátt að aflokinni þessari helgi. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér ljós fundargerðir bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs eru bara ekki. Þær eru samþykktar samhljóða. Þá er næsta dagskrá fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. ágúst síðastliðinn orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Þá er komið að 3. lið sem er fundargerð fræðsluráðs frá 25. ágúst. Árni Sigfússon. Fyrirgefiði þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Hún er samþykkt 11-0 og þá gefi ég Árna Sigfússon orðið. Virðulegi forseti, ég satt ánægjulegan fund fræðsluráðs og vildi aðeins fara það nokkrum orðum. Langaði sérstaklega að draga fram að það er ánægjulegt að í gjaldskrármálum að þá leggur fræðsluráð til að verð fyrir mat og skólamat verði óbreytt frá fyrri gjaldskrá og það ætti nú að þýða að matur til skólabarna er enn með því lægsta sem býðst á landinu, en jafnframt eru í gæðin mikil, get ég fullyrt. Þannig að það er bara mjög ánægjulegt að okkur takist að með góðum samningum við skólamat og góðu utanumhaldi að ná að bjóða þennan þátt með þessum hagstæðu verði. Annar þáttur sem ég langaði að nefna eru gjaldfrjáls námsgögn. Það er í sjálfu sér mjög athyglisvert að hvað náðust gríðarlega hagstæðir samningar við A4 þar sem var verið að leggja til þá námsgögn til allra nemenda í grunnskólanum, og þið sjáu það í þessari fundargerð að þar kemur fram að kostnaðar áætlun hljóða upp á 22 milljónir, en tilboð frá A4 var upp á 7,6 milljónir króna. Þannig að það er gríðarlegur munur þar á og þetta hefur vakið athygli og er greinilegt að önnur sveitarfélög hafa verið að feta í fótsporið. Þannig að þetta er mjög jákvæð þróun sem er full ástæða til að fagna og lýsa yfir ánægju með þá ákvörðun að fara í þetta útboð. Það voru alltaf merkilegar umræður í fræðsluráði í framhaldi af umræðum útboðið. Það er spurningin hvað teljast vera námsgögn, hvernig eigum við að skilgreina námsgögn, og þá kemur strax upp þegar við erum farin að sinna þessum skildum okkar að öll börn fái námsgögn í gegnum skólan og þess að þurfa að greiða fyrir þau,
þá eru ekki öll börn jafn víg. Það eru heyrnarlaus börn sem að þurfa þá annars konar gögn og það eru gögn sem í raun og veru eru ekki til í dag. Það þyrfti þá að hafa einhvers konar táknmáls túlk sem að fjalla þessu gögn og þetta væri hægt að taka það upp, taka allar námsbækur upp og vinna með táknmálstúlki, en það eru auðvitað gríðarlega dýrt, en það geti líka verið verkefni sem að nýttist á öllum sveitarfélögum og þetta er bara ágætt ábending hluti sem við þurfum svona að fara að halda áfram að þróa og gera. Það kom meira að segja ágætis ábendingar, kannski meiri í gríni en alvöru, en hvort að handklæði og sundskýlur teldust þá ekki líka námsgögn og hvort að það var ekki komið tími til þess að við legðum það einnig til. Þetta er í sjálfu sér ágætar vangaveltur, en ég hafði svona meiri áhyggjur af þessum hópi heyrnarlausra barna eða barna sem að hafa ekki eðlileg tök á að nýta námsbækurnar eins og meirihlutin gerir. Þannig ég veit að miðað við þessa góðu niðurstöðu þá kannski væri tök á því að við tækjum með einhverjum hætti þátt í að aðstoða heyrnarlaus börn betur en við höfum gert og ég legg til að við svona tökum þá umræðu í gegnum samband íslenskra sveitarfélaga þannig að við hljótum að vera allstaðar með sömu stöðu í þessu máli. Takk. Kolbrún Jóna gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, mig langar að minnast áhugavert að þriðji liður í fundargerð fræðsluráðs þar sem fulltrúi beinna leiðar lagði fram tillögu að fara í verknámsmiðjur, sem sagt krakkar sem sóttu vinnuskólann og voru að ljúka 9. bekk fengu tækifæri til að kynna sér verknám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þetta er sem sagt samstarfsverkefni Reykjanesbæjar og Fjölbrautaskólans og einnig komu að þessu nokkur félagasamtök og fyrirtæki á svæðinu og þótti takast mjög vel og gaf góða raun. Og krakkarnir ánægðir sem að fenga að kynna sér verknámið í FS. Takk fyrir þetta. Orðið laust Friðjón Einarsson gerði svo vel. Forseti okkur til bæjarfulltrúar og gaman að þessu að bæjarfulltrúar taka upp hérna hvert málu af öðru upp í fræðsluráði og eru nú heila sammála öllu sem hér hefur komið fram. En það sem ég langar að nefna er annað mál sem er bókun 1. Það hefur verið unnið gott starf vegna kjaramála kennara hérna í bæjarfélaginu og undanfarna mánuði og gaman að vita til þess að ég vil kannski aðalega þakka kennurum og stjórnendum fyrir samstarfi sem verið hefur milli þeirra og fræðslustjóra fræðslustofu. En eins og þekkt er að þá er þetta bókun sem gerð var síðastliðið vor og sveitarfélög voru hvött til þess að hefja beina viðræður við kennara. Reykjanesbær hóf það strax og var ég að þakka kennurum fyrir sérlega gott samstarf. En þetta snýst fyrst og fremst vinnuaðstöðu og sveigjanlega vinnutíma. Vildi bara nota tækifæri og þakka kennurum og stjórnendum fyrir það sem þeir hafa gert gott í þessu. Það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós fundargerð fræðsluráðs. Þeir sem samþykktu geta fundargerð fræðsluráðs er Benjamin gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að lokum þessa fundar en áður en að við stoppum og ritum fundargerð þá vil ég leggja það til að næsti fundur sem að ráðgerður er 19. september að hann verði færður til 1 sólarhring og haldinn 20. september. Þetta er vegna ferðar starfsmanna sem eru að koma heim þennan sama dag og við þurfum á þessum starfsmönnum að halda til undirbúnings á bæjarstjórnarfundum og því er ráðlegt að fresta fundi 1 sólarhring. Þeir sem samþykkt geta þessa tillögur beðnum að gefa merki. Hún er samþykkt
11:0 þannig að næsti bæjarstjórnarfundur verður haldinn 20. september. Þá er dagskráin tæmd og við munum gera hlé á fundurum til þess að ganga frá fundargerð. (527. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 5. september 2017 kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs frá 24. og 31. ágúst. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar og þær samþykktar 11:0 án umræðu. Annað mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. ágúst. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin var samþykkt 11:0 án umræðu. Þriðja mál, fundargerð fræðsluráðs frá 25. ágúst. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Árni Sigfússon, Kolbrún Jóna Pétursdóttir og Friðjón Einarsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Og bæjarstjórn samþykkir að færa næsta fund bæjarstjórnar til miðvikudagsins 20. september næstkomandi kl. 17 og það var samþykkt 11:0. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðnir um að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Fundargerðin verði undirrituð, 527. fundi er hér með slitið.